fáðu ykkur sæti. Það hvítasunnudagur, vinir. Það hvítasunnudagur. Og það svo frábær dagur í náttúrulega sögu kirkjuna því að kirkjan í rauninni var til á hvítasunnudag. Og það eru ákveðnar leksjur sem að við getum lært þegar við lesum í postulasögunni þegar andi Guðs kom og hann kveikti í húsinu sem að við getum tilengað okkur í dag. Og vinir, það sem að Guð gerði þá, gerir Guð nú í dag. Hann hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Hann hefur ekki brugðist og hann mun ekki bregðast, hann kemur aldrei of seint. Má ég heyra amen. Þannig að við ætlum að lesa saman, við ætlum að fara í postulasögunni í 2. kafla, 1. til 5. vers. Og það stendur svo að þá var upp runnin hvítasunnudagur, voru allir samankomnir á einum stað. Þá var skyndilega gnýr af himni eins og óveður væri að skella á og fyllti allt húsið. Þar sem að þeir voru. Þeim birtust tungur eins og eldi væru og hvíslust og settust á hvert og eitt þeirra. Og þeir fylltust heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Amen. Halleluja. Vinir, kirkjan var til í krafti. Hún var til í krafti heilags anda. Og á þessum degi, þegar andi Guðs kom yfir kirkjuna þar sem þeir voru samankomnir á sama stað. Og mig langar að taka sérstaklega og ýta sérstaklega undir þessa setningu, þeir voru samankomnir. Rétt eins og við erum samankomin í dag. Þegar við komum saman undir fánum drottins Jesú, við komum saman í einingu andans. Við gerum það litla sem að við getum gert, þá kemur Guð með sitt og hann sprengir húsið. Og það sem hann gerði þá hann tilbúin að gera aftur í dag. Og lykilatriði í þessum versum það að þau voru samankomin. Þau komu saman. Margir tala það í dag að Guð hafi eitthvað nýtt fyrir stafni og nú komin tímabil þess að við eigum að hittast bara í heimahúsum og svo framvegis. Það ekki rétt. Það ekki biblíulegt. Þau svo sannarlega komu saman í heimahúsum en þau komu saman líka inn í musterinu á stærri stöðum þar sem þau lyftu upp nafni drottins. Og vinni, það lykill í því að koma saman og það ástæða fyrir því að óvinurinn kemur gegn kirkju Guðs. Því að það köllun á kirkjunni. Og Biblían segir svo skýrt að hann mun byggja kirkju sína og hliðar heljar verða henni ekki yfirsterkari. Þess vegna skiptir svo miklu máli hvað kirkja Guðs. Það eru einstaklingar sem koma saman. En út af hverju komum við saman og hver boðskapurinn? Boðskapurinn Biblían. Og vinni, kirkjan þarf að athuga sinn gang þegar við erum farin að búa til mannasetningar sem ekki standast skoðun. Og það sem að gerast núna í heiminum að það hafa margir risið upp og sagt ég kem í nafni Jesú og svo framganga þeir ekki í nafni Jesú. Og það agalegt. Kirkjan þarf að skoða sinn gang. Og vinir, þegar kirkjan kemur saman í einingu andans að þá gerast hlutirnir. Guð nefnilega ekki búinn með kirkju sína, hann rétt að byrja. Og vinir, við stöndum frammi fyrir mestu vakningu sem að við höfum séð á okkar tímum. Hún stendur fyrir framan okkur. Og vinir, agrarnir hvítir til uppskerum, verkamennirnir fáir, kennir ritningin. En vinir, andinn, hann gerir nokkuð sem að við getum ekki gert. Þegar ég tala orð Guðs, þá það andinn sem vitnar. Þess vegna mikilvægt þegar ég að tala eða einhver annar og andinn vitnar mér því að þið segið amen og taki við orði Guðs. Þegar við segjum amen, þá við í rauninni að segja svo skal það vera. Við í rauninni að spá. Við að spá yfir okkar eigin lífum, svo skal það vera. Og þegar við tökum á móti orði Guðs, þá þurfum að taka við því í fagnandi hjarta. Í hjarta sem tilbúið að taka við orði Guðs.
sem mjúkt og tilbúið að hlusta á það sem að Guð hefur að segja. Og hjarta þarf líka að vera auðmjúkt frammi fyrir Guði. Við þurfum að beygja okkur fyrir orðum hans. Stundum segir hann hluti sem að við erum ekki sammála og þá langar mér að segja þau fréttir, þá hefur hann rétt fyrir sér. Ekki ég. Og kirkjan þarf að hætta þykjast hafa rétt fyrir sér þegar hún er gegn orði Guðs. Við erum erindrekar hans. Við erum kölluð til þess að bera vitni hann, vinir. Við erum ekki kölluð til þess að bera vitni það sem okkur finnst, það sem að við upplifum. Við erum kölluð til þess að bera vitni hann, má ég heyra með. Halleluja. Þannig að þeir fylltust heilugum anda og það sem að andinn gerir, hann leiðir okkur til iðrunar. Hann sannfærir synd, réttlæti og dóm. Hann gefur okkur kærleika sem knýr okkur til þess að segja öllum frá. Það kom kraftur með eldinum og vinir, eldur þannig að þegar eldurinn kemur að þá breiðist hann út. Og þegar við komum saman í krafti andans þá að myndast eldur á meðal okkar sem að kveikir ekki bara í okkur, heldur öllu sem í kringum okkur. Þannig að kirkjan þarf að vera í eldi. Og hvernig gerum við það? Ekki með mannasetningum. Vinni, minn vilji, mín hugsun, minn skilningur og orði Guðs skiptir engu máli. Okkar endanlegi sannleikur Biblían, það orð Guðs. Og það sem að ég ger í dag að ég beygi minn vilja fyrir orði Guðs. Verði hans vilji ekki minn. Halleluja. Má ég heyra? Halleluja. Og í dag að þá hefur eldinum á mörgum stöðum verið úthýst. Það þykir ekki fínt að vera eins og ég og missa pínlítið stjórn á sér þegar maður talar orð Guðs. En ég ætla að segja ykkur eitt, vinir, það kemur ekkert í staðinn fyrir eld heilags anda. Og ég vil frekar hafa ekki svo fína kirkju og eld sem brennur, heldur en að vera í fínni kirkju þar sem enginn má hreyfa sig og kraftur heilags anda ekki virkur. Minna mér meira af honum. Minna mér meira af honum. Og vinni, þangað til kirkjan tilbúin að leggja sjálf og sig altari fyrir meira af honum, þá munum við eigi erfiðleikum með að ná til þeirra sem eru fyrir utan. Því að eldurinn gerir það, hann sannfærir sjálfur synd, réttlæti og dóm. Og vinir, kirkjan á þeim stað að hún orðin og fín fyrir blóðugan boðskap frelsarans, en ekki smára kirkja. Við ætlum að halda á lofti því sem að drottinn Jesú gerði fyrir okkur. Og við ætlum að standa keik því að hann stóð með okkur þegar hann fór á krossinn. Halleluja. Lykilatriði þrennt í þessum boðskap sem við vorum að lesa. Þau voru samankomin. Þau voru saman, héldu áfram að koma saman í musterinu og í Emósum. Þau voru í einum anda. Þau biðu í eftirvæntingu. Og vinni, það lykilatriði, við vorum einmitt að tala það áðan fyrir samkomuna, að koma á samkomu með eftirvæntingu. Vinni, það lykilatriði. Þegar við komum á samkomu, tölum við drottinn og látum hann vita að við hlökkum til að fá það frá honum sem að hann vill gera á samkomunni. Og við erum með þetta eftirvæntingu í hjarta til þess að toga niður og taka við öllu því sem að Guð hefur fyrir okkur. Halleluja. Og svo sagt að þau hafi verið í einum anda. Og mér langar að skoða þetta orð, að vera í einum anda, hvað þýðir það? Nadine kom inn á það áðan, það þýðir að vera í einingu. Vinir, við erum ekkert öll eins, en við getum verið í einingu. Drottinn Jesús Kristur samnefnarinn okkar. Og við erum ekkert eins, enda líka eigum við ekki að vera eins, en við erum í einingu við nafn hans. Og þetta orð, að vera í einum anda, að það þýðir í rauninni axlir sem að standa þétt saman. Það þýðir samkynja og. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Að vera undir samkynja oki. Og þegar við göngum inn í hús Guðs og þegar við erum í kirkju Guðs, að þá stöndum við saman, öxl í öxl. Við stöndum saman og við göngum saman gönguna.
Og það þýðir það að við erum öll samkynja, við erum með sama ok. Og við vitum það að Drottinn segir við okkur, ok mitt indælt og byrðin létt. Þegar við erum saman í einingu þá erum við undir samkynja oki. Og vinni, það þýðir það að við leyfum einhverjum öðrum að stjórna. Það eru ekki við sem stýrum, það Drottinn Jesús. Þannig að leyfum Guð að stýra og reynum, hættum að taka alltaf í stjórnataumunum. Og vinir, Guð er búin að vekja mig upp með svo miklum hætti núna síðustu vikur, mánuður og reyndar í 2 síðustu ár, þá hef ég oft fengið drauma frá Drottni. Og ég finna svo sterkt í anda mínum vitið að við lifum á síðustu tímum. Og það er svo mikilvægt fyrir kirkjuna að gera sér tilbúna fyrir það sem að Guð vill gera. Og nú stöndum við frammi fyrir stæðstu vakningu. Og eins og Nadine sagði, þá byrjar vakningin hér. Hún byrjar í mínu hjarta, hún byrjar í þínu hjarta. Hún byrjar ekki fyrir utan okkur. Það var þegar þau voru saman komin í einum anda. Og þá gerðust hlutirnir. Halleluja, má ég heyra amen. Tilgangur heilags anda, hann margþættur. Hann kemur með eldi og kennir okkur að biðja og leita Guðs og biðja í andanum. Biblían kennir að við að biðja í hverri tíð í anda. Af hverju? Því að oft andinn að leggja áherslu á mismunandi hluti. Núna virðist andinn vera að leggja áherslu á einingu, að koma saman í krafti heilags anda. Að vera ekki, að búa ekki líf í kringum einhverja athafnir eða trúarbrögð, heldur lifandi samfélag við frelsaran okkar Jesú. Og vinni, kirkjan þarf að hætta að leita í hefðir, hún þarf að leita í ástarsamband við Jesú. Þetta snýst ástarsamband við Jesú. Halleluja. Og það sem hann gefur okkur líka, hann hjálpar okkur, hann styrkir okkur á göngunni. Hann gefur okkur vísdóm og skilning. Hann opinberar orð Guðs. Hann umvandar fyrir okkur. Hann stoppar okkur af. Hefur andinn stoppað ykkur af? Ég veit ekki hversu oft andinn hefur stoppað mig af. Það bara, ok, Sibba, ekki segja orð meir. Hann stoppar okkur af. Hann leiðir okkur í allan sannleikan. Og það sem hann gerir líka hann getur knúið okkur til athafna. Og mér langar sérstaklega núna í dag að tala þetta, hvernig andinn knýr okkur áfram til þess að gera vilja sinn. Þegar Jesús var gekk á meðal okkar og hann byrjar sína þjónustu með því að fara að ánni Jórdan þar sem hann skírður. Og það kemur heyrileg rödd Guðs sem segir, þarna minn sonur, á honum hef ég velþóknun, hlýðið á hann. Og vinni, stundum talar Guð skýrt, stundum talar andinn mjög skýrt, það fer ekkert á milli mála hvað hann að segja. Það getur komið í formi þess að einhver talar inn í líf þitt eða þú bara heyrir skýrt röddu Guðs. En oftast nær gerir hann það ekki. Oftast nær finnum við bara í hjart okkar þar sem hann knýr okkur hingað og þangað. Hann knýr okkur til iðrunar. Hann knýr okkur jafnvel til þess að hafa áhrif á umhverfið okkar í kringum okkur. Og eftir þessa reynslu að þá knýr andinn Jesú, eins og stendur, við skulum bara fara í þann ritningastaf, í Lúkas 4:1 að þá stendur, en Jesús sneri aftur frá Jórdan fullur af heilugum anda. Og hvað gerir andinn síðan? Andinn leiddi hann í 40 daga og var hann þá í eyðimörkinni. Hugsið ykkur, andinn leiddi hann í eyðimörk. Og vinni, það sem að andinn vill gera fyrir okkur í dag margþætt. Meðal annars að hjálpa okkur að vaxa og þroskast. Hjálpa okkur að vaxa upp til höfuðsins sem Kristur. Hvernig gerum við það? Jú, við heyrum orð. Það ekki nóg að heyra orð, við þurfum að gera orð.
Það sem að Guð gerir alltaf að þegar við heyrum orðið, hann setur okkur í reynslu. Af hverju setur hann okkur í reynslu? Til þess að kanna hvort við eigum orðið sem að við höfum heyrt. Reynslan kringumstæður sem að þú verður að fara í gegnum til þess að kanna það hvort þú eigir það orð sem að hann hefur gefið þér. Og Jesús Kristur var reyndur á allan hátt eins og við. Hann þurfti að fara í gegnum reynslu kringumstæðuna og þegar hann fór í reynsluna, hvað gerði hann? Hann var vakandi, hann var biðjandi. Og þegar óvinurinn kom með freistingar frammi fyrir honum, þá sagði hann við óvininn, ritað Hann lét ekki óvininn valta yfir sig, heldur sagði hann, ritað Og vinir, við þurfum að læra það þegar andinn knýr okkur út í óbyggðir. Við þurfum að læra þegar himinin virðist vera sem eir, að þá þurfum að læra það að meir sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Má ég heyra amen? Og við þurfum að læra það að þegar Jesú gekk í gegnum reynslun, þá eigum við að feta í hans spor. Þannig að við þurfum líka í gegnum reynslu kringumstæðnanna. Og í staðinn fyrir að kvart og kveina, þá lofum við Guð í kringumstæðunum því að við vitum að hann býr í okkur, sá sem hefur sigrað allt, býr innra með þér. Vitið hvað það þýðir? Sá sem sigraði heiminn býr innra með þér. Sá sem að reis upp frá dauðum býr innra með þér. Sá sem heldur öllu uppi með hendi síni býr innra með þér. Það þýðir það að þú þarft ekki óttast. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Það eina sem að þú þarft að gera að vera í tengingu við heilagan anda. Heyra í honum á hverjum einasta degi. Og vita það hann mun vel fyrir sjá. Má ég heyra með? Halleluja. Þannig að Guð að kenna kirkju sinni að standa vígreif. Jafnvel þótt við förum í eyðimörkina. Jafnvel þótt við förum á tindana, það skiptir engu máli, hann hinn sami. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að jafnvel Jesú fer í gegnum reynslun og andinn stundum knýr okkur á þann stað þar sem við verðum reynd. Það ekki til þess að meiða okkur. Það til þess að sjá gullið glansa í líf okkar. Eldraun kringumstæðuna, eldurinn, hann hreinsar silfrið. Hann hreinsar gullið. Eldurinn hefur þann eiginleika að hann færi óhreinindin upp í gullinu til þess að hægt sé að draga þau frá. Þannig að eldraun kringumstæðuna í rauninni gjöf frá Guði, má ég heyra amen. Halleluja. Tísi Guði. Það ekki margir sem eru sátti við það. Halleluja. En það bara staðreynd. Og hann líka, vitið það, ég hef oft fundið hann þegar hann leiði mig á þennan erfiða stað. En svo hefur hann líka leitt mig á topp, þið vitið, fjallstoppin. Og það líka stórkostlegt. Svo það annað sem heilagur andi gerir. Hann leiðir okkur stundum í veg fólks. Og þá svo mikilvægt að þekkja röddu heilags anda. Fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá var ég í ræktinni, ég átti góðan vin í ræktinni, karlkyns vin, allir veit af þessu. Hann var 75-80 ára gamall, yndislegur maður, var læknir. Fyrir, einhverjum 50 ára síðan, 40 ára síðan, þá var hann læknir. Mjög öflugur krabbameinslæknir, lungnakrabbameinslæknir. Nema hvað, hann lappar inn í ræktina einn dag og ég sé að það svona þungi yfir honum. Og ég heyri einhvern veginn heilagan anda bara einhvern veginn banka á brjóst mér. Og ég hugsaði, Sibba, þú verður að fara til Guðbrands og þú verður að tala við hann núna. Ég bara fann það svo skýrt. Og það það sem heilagur andi gerir. Hann talar til okkar. Hann segir okkur að gera hluti og stundum það bara óþægilegt og þú veist ekki alveg hvað skal segja. En andinn gefur þér orðamæla. Og það sem ég ger það að ég fer til hans og ég segi, Guðbrandi minn, ég sé að það eitthvað ekki alveg í lagi hjá þér. Get ég eitthvað aðstoða þig?
og hann brotinn og hann segir, Sibba, veistu að það búið að taka hluta lungunum út að ég fekk krabbamein fyrir nokkrum mánuðum síðan. Ég var núna í myndatöku bara í byrjun vikunar og krabbinn kominn aftur. Og ég sé bara, og hann einhvern veginn segir við mig, hann segir, Sibba, þetta bara búið. Það bara þannig, ég veit alveg hversu alvarlegt, búin að sjá þessar myndir og svo framvegis. Og aftur, þá kemur andinn og hann bara, þið vitið þegar andi Guðs kemur yfir okkur, þið bara verðið, það kemur eitthvað svona, og ég labba svona til hans og ég segi, Guðbrandur, og ég nú ekkert svona rosalega djörf í ræktinni, ég segi, Guðbrandur, ég ætla að biðja fyrir þig núna, ég trúi að Guð ætla að lækna þig. Og ég segi bara við hann, Guðbrandur, ég trúi því að Guð ætla að lækna þig, ég ætla að biðja fyrir þig núna, bara ég bið Guð að gefa þér heilsu, vellíðan, og ég bara trúi því að þú munir að þetta fari vel. Og ég sagði, í kvöld ég á leiðin að bænastund og ég ætla að biðja fyrir þér og ég ætla að fá söfnuðin til að biðja fyrir þér líka. Og ég tala af djörfung. Guð bara, þið vitið, það bara bublaði upp í hjartanu og ég varð að gera þetta. Og ég tala af djörfungin í líf hans. Og hann alveg, já, Sibba mín, þú ert yndisleg og var ekkert að kaupa það sem ég hafði fram að færa. En ég vissi að Guð hafði, það var heilagur andi sem var að leggja þetta hjarta mitt og ég bara varð að stíga fram. Nema hvað, ég fer á bænastundu kvöldið og ég fer að biðja og ég virkilega trúi því út að Guð gaf mér þetta orð og ég vissi að Guð myndi snerta við líf hans. Ég sé ekki Guðbrand í svona cirka 2 vikur. Næst því ég sé hann þá labbar hann inn og hann eins og sólin. Hann eins og sólin þegar hann labbar inn. Og hann alveg veður að mér og hann bara, Sibba, gettu hvað? Og ég segi, hvað? Það voru gerð eitthvað mistök. Það ekkert krabbamein í lungunum á mér. Og hann sagði, þetta mjög skrít út af ég hef aldrei séð svona mistök vera gerð. Það voru engin mistök, Guð læknaði hann. Guð læknaði hann. Og vinir, þess vegna skiptir máli að heyra röddu Guðs. Að við séum ekki bara hér fyrir okkur sjálf, heldur Guð hefur kallað til að vera erindreki hans. Halleluja. Og vinir, hefði ég ekki verið hlustandi á röddu Guðs, þá hefði ég mistað þessu magnaða tækifæri. Og vinir, það ekki bara ég sem að þarf að gera svona hluti, við eigum öll að vera erindrekar. Þess vegna svo mikilvægt að hneigja eyru sitt og heyra það sem andinn að segja við okkur. Hlustum. Guð að vekja upp kirkju sína, hlustum. Halleluja. Því hann notar okkur til að teygja sig til þeirra. Og vinir, til þess að framganga í vilja hans og heyra rödd hans og gera það sem að röddin talar, þá þarf það að þekkja röddina. Með sama hætti og ég þekki alla. Ef ykkur óvist, þá þekki ég alla. Allir þarf ekki nema að horfa á mig með einhverjum hætti og ég veit nákvæmlega hvað hann að hugsa. Af hverju? Því ég á samfélag við alla. Ég elska alla. Þetta maðurinn minn. Ég veit allt alla. Stundum veit ég bara of mikið alla. Og mér langar að segja ykkur það, vinir. Get the record straight. Allir talar mun meira en ég. Hver sagði nei? Ég stendi í púltun átni, ég myndi ekki þora að segja ósatt okkur núna. Heima hjá okkur, þá talar allir 80% af tímanum og ég hlusta og kinka kolli. Og ég segi, já, rétt hjá þér, allir, rétt hjá þér. Ég rosalega auðmjúk eiginkona. Það enginn að kaupa það. En það þannig. Allir nefnilega tala meira en ég. Ég tala meira svona út af við, allir tala miklu meira á heimilinu og ég ekki að grínast, þannig það. En þetta var ekki predikunin, ég veit ekki af hverju ég fór í það. En það sem ég var að reyna að segja, heilagur andi ástarsamband. Heilagur andi bara ástarsamband. Vinni, við þurfum, og þegar við erum í ástarsambandi, það þýðir ekki fyrir makan að vera eitthvað staðar allt annar staðar.
Ég þarf að læra að þekkja alla. Og til þess að við eigum gott hjónaband þá þarf ég að gefa mínu. Þið vitið, ég þarf að brýna alls konar, ég þarf bara að laga ákveðna hluti í mínu lífi og þannig var til gott hjónaband. Amen. Og við eigum mjög gott hjónaband. Allir bara, yes! Er það ekki alveg? Já, allir ánægð með hjónabandið, gott. En það sem ég að segja, heilagur andi virkar eins. Og ég held að Nadine kom inn á það, við erum fyrst og síðast andi. Við höfum sál og við búum í líkama, en við erum andi. Og við gleymum því stundum að við erum andi og við gefum stundum andanum að borða bara einu sinni í viku. Við komum á blessaða sangum, við fáum gæsahúð og svo framvegis. En það er ekki nóg. Við þurfum að lifa og nærast í gegnum anda Guðs og við þurfum að leyfa honum að tala til okkar. Við þurfum að eiga samfélag við drottinn Jesú. Við þurfum að eiga samfélag við heilagan anda. Og þegar við eigum samfélagið, þá fara hlutirnir að gerast. Þá förum við að heyra frá Guði og við förum að ganga og þá verður gangan svo spennandi, vinir. Og Guð vill gera göngun okkar spennandi. Hann vill gera hana skemmtilega. Og þegar við göngum með drottni þá er aldrei leiðinlegt. Það er bara ekki til leiðinleg ganga með Guði. Halleluja. Þannig ég hef samfélag við alla. Og í Jóhannesi 3 þá stendur vindurinn blæs þar sem hann vill. Og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur og hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Og vinir, allir sem eru búin að taka á móti Jesú Kristi sem sínum persónulega frelsara eru fæddir af andanum. Amen. Nú er bara spurningum hvort að þú stillir þig inn á andan. Og ég get alveg sagt ykkur með mig, ég hef tilhneigingu til að færast of mikið í fang. Þegar ég er orðin stressuð þá heyri ég ekki Guði. Ég þarf að helga sjálfa mig. Ég er mjög meðvituð og það skiptir máli hvað ég hlusta á. Ég get ekki hlustað á hvað sem er. Og Gunnar tók daginn ákvörðun, hann sagði, mamma, ég ætla ekki að hlusta á neitt annað en kristilega tónlist. Og ég sagði við hann, gott hjá þér Gunnar, ég ætla að gera það sama. Því að hluti af göngun með Guði er að helga okkur og hreinsa. Vinni, þegar við tökum okkur frá og við förum að vanda okkur á göngunum með Guði, þá kemur Guð margfalt til okkar og hann staðfesti sig með ýmsum hætti. Og það sem við þurfum að gera meðal annars, ég þarf að vera meðvituð það að færast ekki of mikið í fang. Hjá þér geti það verið eitthvað annað. Hjá þér geti verið ykkur annar akkillesarhæll. En við þurfum að læra á göngunum með Guði hvað virkar og hvað virkar ekki. Og ég man þegar fall bankana var hérna á Íslandi 2008 og allt fór í klessu og við urðum næstu í gjaldþrota Ísland. Ég þurfti að slökkva sjónvarpinu og útvarpinu. Og þegar við erum í þannig gír og við þurfum að vera meðvituð það hvað virkar og hvað virkar ekki. Við þurfum að passa hvað við horfum á. Ég get ekki hort á hvaða bíómyndi sem er. Guð í mínu hjarta leyfir það ekki. Og við þurfum að vera meðvituð það þegar andinn segir við okkur, ok, nú ertu komin of langt. Helgaði mér. Og þegar hann talar, þá þurfum við að vera tilbúin að hlusta. Má ég heyra með hann? Í Rómverjabréfinu 8, þá stendur þetta svona. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugann við það sem hann krefst. En þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugann við það sem hann vill. Sjálfshyggjan, egóið. Vinir, við erum í ótrúlegu vandamáli með þetta egó. Ég mig frá mér til mín. Þetta allt mig. En þegar við setjum egóið okkar til hliðar, sjálfshyggjan dauði, en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs, en það getur hún það ekki. Þau sem lúta eigin hag get ekki þóknast Guði. Það bara þannig. Og vinir, ég veit ekki hversu oft Guð hefur komið með momentin í mitt líf sem að ég veit fyrir víst að það var heilagur andi að verki.
Fyrir 17 árin síðan, ég ætla að segja þinn vitnisburð, Hilda María mín, að þá veiktist dóttir mín mjög alvarlega. Hún var sárlasin heima hjá sér og við endum á því að kalla til lækni og ég spurði lækninu, getur verið að hún sé með heilahimnubólgu? Meningitis. Stórkostlega hættuleg heilahimnubólga sem að dregur börn til dauða á sirka 2 sólarhringum. Og hann segir nei, það getur ekki verið og daginn eftir þá finn ég bara hvernig Guð bankar, heilagur andi bankar bara einhvern veginn hérna í öxlinn á mér. Og hann segir, Sibba, upp á spítala með hana núna. Og ég gríp barnið, mammas Alla var hérna til þess að passa Gunnar, ég og Alli hendumst með hann upp á sjúkrahús. Við erum varla komin með hann upp á sjúkrahús og hún var send í öndunarvél. Hefði hún verið lengur heima, og við erum að tala það leið hálftími frá því hún var komin inn á sjúkrahús og hún var komin í öndunarvél. Hálftími. Andi Guðs veit hvað hann að gera. Spurningin bara, erum við að hlusta? Erum við búin að helga líf okkar? Erum við að næra okkar andlega mann? Erum við að biðja til hans? Erum við að hlusta á rödd hans? Hún var næstuð í dáin. Hún var á gjörgæslu og þau sögðu við okkur, þetta bara, við vitum ekki alveg, það bara kemur í ljós. Hún var inn á spítali í 10 sólarhringa, sárlasin. En hún hafði það af. Og hefði heilagur andi ekki talað til mín þennan dag, þá væri hún ekki hér. Vinir, og oft það ekki endilega svona alvarlegt að heilagur andi tala til okkar, en það getur verið það. Og kannski eitthvað sem hefur komið í veginn og þú ert að þagga niður rödd heilags anda og þú kannski manneskjan sem þarft að ná í viðkomandi. Þannig að neyjum eyr okkar að því sem að Guð vill tala til okkur í dag og ekki bara það, göngum fram með krafti. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Því að Guð stór. Hann mikill. Oftast nær Guð að verka í hjarta mínu. Oftast nær finn ég hvernig Guð hefur áhrif á það hvernig ég kem fram og svo framvegis. Því hann bæði að byggja innan frá og líka fyrir utan okkur. Heilagur andi verka líka í okkur. Hann þráir að sjá kirkju sína vaxa og dafna. Við eigum að endurnýja hugarfarið. Þannig að við fáum að vita hver vilji hans hið góða, fagra og fullkomna. Og við til þess að endurnýja hugarfarið, til þess að læra alla þessa ávexti sem að Guð vill gefa okkur fyrir andar sinn, sem kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð, bindindi og sjálfsagi. Til þess að læra þessa ávexti þá þarf Guð að setja okkur í þannig kringustæður þar sem að ávextirnir, það reynir á ávextina. Og vinir, í staðin fyrir að fara á móti drottni, leyfum honum að eiga við hjart okkar, að móta vilja okkar. Mér var hugsa til þess í morgun, hugsa ykkur þegar Davíð barðist við Góliat forðum daga. Vitið hvað hann náði í steinana? Hann náði í steinana nú datt alveg úr með orðið. Hann fór niður í dalinn. Hann náði í steinana í dalnum. Og við stundum leiðir hann okkur á þannig slóðir til þess að við fáum og náum vopnum okkar til þess að geta átt við risan í okkar lífi. Leyfum heilugum anda að starfa. Leyfum honum að vinna á meðal okkar og leyfum honum að kveikja í ástríðu hjart okkar. Gerum líka annað, leyfum honum að hreinsa okkur. Leyfum honum að helga okkur. Rísum að fætur.